Fundi fram haldið og við höldum áfram að ræða þriðja mál á dagskrá sem umræða barnalýðræði og til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það tíðkast á við ákveðnar aðstæður þegar að menn framfylgja ákveðinni stefnu, til dæmis skort á gagnsæi í stjórnsýslu, að tala sem mest á hinn veginn. Það er til ákveðið hugtak yfir þetta í auglýsingamennsku, man ekki alveg hvað það er, en við sjáum til dæmis Coca-Cola sem leggur áherslu á að sýna heilbrigt fólk með hvítar tennur í sínum auglýsingum, en allir vita að staðreyndin þó sú að Coca-Cola ekki heilsudrykkur og hann skemmir tennurnar. Eins það með sígarettuframleiðandann Camel og örugglega fleiri sígarettuframleiðendur. Þeir vita að þeir framleiða vöru sem ekki heilsubætandi. Þannig að auglýsingar þeirra ganga allar út af það að það sé bara mjög heilbrigt fólk sem ekki Camel eða aðrar sígarettutegundir. Þetta kom mér í hug þegar ég heyrði hér áðan umræðum barnalýðræði. Fulltrúar meirihlutans komu upp og héldu rauninni fína ræður barnalýðræði og nemendalýðræði, útskýrðu hvað í þessu fyrirbæri felst og gerðu það ágætlega og bara lýstu því eins og það á fram að ganga. En raunin hins vegar allt önnur í borginni. Þarna mjög sitt hvað sýnd og reynd. Nú, við getum auðvitað tekið mörg dæmi það. Við getum til dæmis fjallað síðasta kjörtímabil þegar voru gerðar miklar breytingar á skóla- og frístundamálum í borginni, og þá var þetta meirihluti Samfylkingar og Bjartrar framtíðar sem svona svipaður núna. Hann stýrði þessu öllu þá átt að hann þyrfti að eiga það verið sem minnst samráð í gangi. Enda kom síðan skýrsla út þetta þessu kjörtímabili þar sem var sérstaklega fundið að þessum samráðsþætti. Nú, á síðasta kjörtímabili þá fluttum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tillögu það að slíkt lýðræði aukið með því að veita fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna sæti áheyrnarfulltrúa í skóla- og frístundaráði Reykjavíkur og íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur. Það verður að segjast eins og að tillagan var samþykkt, þessar tillögur voru samþykktar þegar voru lagðar fram, en svo gekk alveg ótrúlega brugsuglega að framfylgja þeim, þrátt fyrir að þetta verður svona frekar einfalt í útfærslu og löng hefð fyrir áheyrnarfulltrúum öðrum í ýmsum ráðum. Og þetta hafðist þó fyrir lok kjörtímabilsins, þetta var svona keyrt í gegn í kosningabaráttunni loksins, eftir alveg ítrekaðan eftirrekstur og skammir okkar Sjálfstæðismanna til meirihlutans, hvað var illa unnið að málinu, hvað menn þurftu þráttur að hafa standið tilbúna, þurftu eitthvað að skoða þetta betur og virtust þeirra samráðunar fresti svo þeir gátu. En þetta hafðist þó, þetta hafðist alveg rétt hafðist í lok kjörtímabilsins. Þannig að í því máli bara svona konkrétt dæmi, þá sá maður að þetta gekk ekki nógu vel. Nú, þetta held ég að verðum að hafa í huga. Það ekki nóg að flytja góðar ræður nemendalýðræði og barnalýðræði. Við verðum líka að sýna það í störfum okkar á hverjum einasta degi að við viljum gefa borgarbúum, háum sem lágum, kost á að taka þátt í samráðinu og taka þátt í stjórn borgarinnar með okkur. Nú standa fyrir dyrum ákveðnar niðurskurðaraðgerðir eða hagræðingaraðgerðir hér í fjármálum Reykjavíkurborgar sem allir flokkar eru sammála að þurfi að fara í. Og ég verð að segja það að mér finnst meirihlutinn ekki standa sig vel í útfærslu á þeim breytingum, þeim aðgerðum. Við getum sagt að við séum ennþá að vinna fjárhagsáætlun sem það átt að klára fyrir áramót. Það sennilega alveg á mörkunum að það standist lög að samþykkja fjárhagsáætlun sem með jafn stóri óútfærðri hagræðingarkröfu eins og við glímum nú við. Nú, þessi vinna stendur yfir og hún er meðal annars unnin í fagráðunum. En
stjórnkerfi borgarinnar, ráðhúsið, hefur verið mjög spart á upplýsingar svo ekki sem að sagt. Það meira að segja þannig að ákveðnar upplýsingar eru ekki látnar okkur borgarfulltrúum í té. Þegar við ræddum þetta á seinni fundunum í janúar, þetta var samþykkt þessar hagræðingartillögur, þá voru ekki allir borgarfulltrúar í salnum sem vissu hvað þeir voru að samþykkja í þeim skilninga þeir hefðu ekki fengið þessar hagræðingartillögur. Minnstakosti var það þannig okkar borgarfulltrúa meirihlutans á oddvitunum undanskildum að það voru ýmsar tölur og útfærslur í hagræðingaraðgerðunum sem borgarstjóri var að vinna að sem við fengum ekkert að sjá. Oddvitar minnihlutaflokkana voru þeir einu sem fengu að sjá þetta, en þess var krafist af þeim leið og þeir fengu að heyra þær upplýsingar að það var engar upplýsingar hendur, þá var þess krafist af þeim að þeir myndi ekki að upplýsa aðra borgarfulltrúa í sama flokku þeir þetta. Og ef samráðið með þessum hætti mikilvægar hagræðingaraðgerðir í borginni sem eru bara að gangi í garð, ef samráðið svona innan borgarstjórnar, við erum þá kjörin til þess að fara til að fjalla þessi mál og eigum að fá allar upplýsingar, hvernig er þá samráðinu farið út í sjálfa borgina? Ég hef ekki heyrt að þessar tillögur séu farnar með neinu hætti í samráð, hvorki gagnvart skólastjórum, formlega kennurum, foreldrum eða nemendum, og þó mjög mikilvægt að þessir hópar hafi sitt að segja þegar kemur að þessum niðurskurði. Af hverju heyrum við ekki til dæmis í skólaráðum, foreldrum, nemendum varðandi það? Við erum þar hugmyndir sem borgarstjóri vinnur að þessum hagræðingartillögum og fáum að heyra frá þessu ágæta fólki sem kýs okkur til starfa, hvernig það myndi standa málum. Ég er viss að ef við getum komið á virku samtali og samráði í þessu, þá gangi okkur auðveldar að hrinda í framkvæmd niðurskurðartillögum og líklega sátt náist þær í borginni. Það er rétt sem kom hér fram áðan í ræðu Skúla Helgasonar, formanns skóla- og frístundaráðs, að nemendamiðað skólastarf er nú þegar að nokkru leyti komið til framkvæmda í borginni. Við sem höfum heimsótt leikskóla og grunnskóla og frístundaheimili borgarinnar, við höfum verið kynnt, eða það hefur verið kynnt fyrir okkur, margvísleg verkefni sem miða að því að heyra hug barna og gefa þeim tækifæri til þess að móta starf og jafnvel stefnu viðkomandi skóla. Mörg ár eru síðan að þessi var byrjað á sumum þessum verkefnum og mörg þeirra hafa tekist vel. Það er talað það á fagráðstefnum og þannig er góðum verkefnum og vel heppnuðum miðlað áfram til fagfólks í öðrum skólum og frístundaheimilum. Það mætti hins vegar vera miklu meira þetta. Við eigum að leita eftir ráðgjöf frá nemendum sem víðast, nemendum og foreldrum. En það hefur ekki verið tekið vel í allar slíkar tillögur. Við Sjálfstæðismenn höfum nú árum saman barist fyrir því að ráðning skólastjóra verði farið í samráðsferli í viðkomandi skóla við viðkomandi foreldra og jafnvel nemenda líka, en án mikils árangurs. Við höfum þó vísað í skýr fordæmi sem eru erlendis frá. Þetta er gert víða ekki síst í engilsaxneskum menntakerfum og er að breiðast út heiminn, og mér er sagt að engum sem hefur annað borð tekið upp samráðsferli við ráðningu skólastjóra til foreldra nemenda detti í hug að snúa tilbaka. Og það kom mér á óvart. Fyrir ári var Tóbi Salt nokkur, hann var gestur öskudagsráðstefnu okkar borgarinnar. Sá maður er mikilvirkur ráðgjafi menntamálaráðuneytisins í Bretlandi og hann hefur með einum eða öðrum hætti komið að ráðgjöf við 15 menntamálaráðherra og svo virðist vera sem þeir nýti alltaf hans starfskrafta, hvort sem samúr hvaða flokki menntamálaráðherrann kemur hverju sinni. Hann vinnur líka við ráðgjöf gagnvart skólahéruðum í Bretlandi og hefur þar gefið ráðgjöf og komið að innleiðingu slíkra verkefna.
og þar hefur til dæmis breiðst út ákveðin aðferðafræði þegar skólastjórar eru ráðnir, þá er leitað til nemenda í viðkomandi skóla alveg niður í leikskólaaldurinn. Það kemur nú svolítið óvart þetta sé hægt, en það er alveg leitað, það fer auðvitað eftir aldurshópnum hvernig staðið að vinnunni, en það er farið alveg niður í leikskólaaldurinn og krakkarnir spurðir ákveðina spurninga, til dæmis hvernig þeir kunni við fráfarandi skólastjóra, hvort að þeir telji hvort þeir vilji fá öðruvísi skólastjóra næst eða hvort að þeir vilji, þetta eru mjög svona einfaldar spurningar auðvitað þegar komin á þetta aldurstig, eða hvort þeir vilji sjá einhverjar breytingar og þá hvaða. Og þetta er allt unnið eftir ákveðinni aðferð og er síðan bara sett í ákveðið skjal sem síðan nefndin sem ræður nýjan skólastjóra tekur mið af í sínu starfi. Og svipið vinna á sér stað með foreldrunum og ég held að þessi vinna sér til fyrirmyndar, en hins vegar rétt að taka fram að nefndin er ekki skuldbundin til þess að fara eftir umsögninni. Umsögn barnanna er reyndar ofta þá leið að það er kannski tala einhverju kosti, það er ekki verið að tala ákveðnar persónur, en þetta er sem sagt með þessum hættir að ryðja sér til rúms erlendis, og við Sjálfstæðismenn höfum á vettvangi borgarstjórnar og skóla- og frístundaráðs reynt að innleiða þessar breytingar, lagt til slíkt samráð við foreldra. Í þeirri útfærslu sem við lögum fram á sínum tíma var nemendaútfærslan kannski ekki alveg mjög skýr, en þó þarna einhvers staðar, en þessum tillögum okkar var algjörlega hafnað af meirihlutanum. Nú, ég vil því hvetja meirihlutan nú þegar hann setur umræðu barnalýðræði sérstaklega á dagskrá til þess að skoða slíkar hugmyndir mjög vel og reyna að vinna að því að innleiða þetta líka, innleiða þessi víðtækastar hugmyndir, og það skiptir auðvitað miklu máli hvernig staðið er að stjórnun okkar menntastofnana. Við skóla- og frístundaráð rétt til þann skólastjóra nú búið að breyta í því að embættismennirnir á skóla- og frístundasviði þeir ráðu þessu, þannig að ég held að þeir hafi svo sem ráðu þessu áður því að skóla- og frístundaráð samþykkti nú alltaf tillöguna þeirra, en þar var þó kannski ákveðin öryggisventill ef átt þurfti að halda. Þannig að nú er sá öryggisventill farinn, en ég held að við hljótum bara að fagna því ef hugmyndir eru upp um að auka barnalýðræði, nemendalýðræði, að svo mikilvæg ákvörðun sem bara krúsíal ákvörðun sem var sletti, eins og ráðning stjórnanda í viðkomandi skóla, að það sé farið með hana í einhverju leyti í samráðsferli og þannig áhrif nemenda aukin að því leyti. Nú, og þess vegna fagnaði því að formaður skóla- og frístundaráðs segi að eitt helsta viðfangsefni í skólamálum á komandi misserum sé einmitt þetta, að auka vægi barna, nemenda í skólastarfi. Ég held að hann hafi ekkert mann sagt ágætlega líka að tala um foreldri í þessu sambandi. Ég held mjög mikilvægt að við gerum þetta, náum saman það, en þá held ég að meirihlutin verði að breyta svolítið stefnu sinni og í þessu tilviki hlusta meira á minnihlutann, hætta kannski að fella sjálfkrafa allar tillögur sem koma frá minnihlutanum eða þó þessu samþykktar að þá erum ekki komið til framkvæmda. Því að þegar ég er alveg sammála því sem hefur komið hér fram, það eru mikil tækifæri á þessu sviði og það eru tækifæri sem við eigum að nýta. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, og Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, mér langaði aðeins bara örstutt að koma hérna aðeins inn í þessa ágætu umræðu. Ég kannski sakna þess smá á þess að fara kannski eða tíma hér í að endurtaka allt það jákvæða sem að fylgir þessari umræðu, lýðræði barna, aukinni þátttöku barna í samfélaginu og svo framvegis, að þá eru ángar þessar umræðu sem við sem stjórnvald í Reykjavík verðum líka að taka tillit til og svona það að þess vegna langaði mig kannski að fá að nefna það sem að mér að vitandi hefur það ekki verið nefnt hér að annars vegar þyrfti þetta held ég eðlilegast þyrfti að skoðast annars vegar í stjórnskipunar- og lýðræðisráði og hins vegar í mannréttindaráði borgarinnar. Og það er auðvitað svo að barnasáttmálinn sem slíkur er auðvitað jákvæður og góður að gjalda verður, en það er kannski
það ekki alveg svo auðvelt að við getum staðið hér og sagt að sjálfsögum munum við innleiða hann eins og það sé hvorki flókið né verkefni sem við þurfum öll að svona stíga inn í með svona meðvitu fyrir því að þá þurfum við að skoða ansi marga vinkla. En öðru leyti held ég þetta sé allt saman jákvætt, það ég kannski tek undir einhverju leyti orð þeirra sem að svona, ég meina það er eitt að halda mjög fallega ræður og vilja vel og ég held að það sé engin ástæða til annars en að trúa því, en hvort að efndirnar verði, já svona kannski eins og það eiga kannski hljóma upphaflega, hvort að það verði á þann veg þegar svona upp staðið kannski, já, hefur maður kannski ágjur af að sé kannski önnur saga. Og ég hjó sérstaklega eftir ég að bæði borgarfulltrúar Heiða Björg Hilmisdóttir og Sóley Tómasdóttir töluðu báðar, báðar mjög fínar ræður og svona, það var enginn velkist í vafa þeirra áhuga á að börn stígi til dæmis frekar inn í þessar umræður og ákvarðanatökur og þar var til dæmis tekið sérstaklega fram að aðkoma foreldra ætti ekki endilega að skipta svo miklu máli, heldur að verða réttur barnanna að láta skoðun sína heyrast og svona að skoðanir þeirra hafa einhvers konar áhrif. Ég held að það sé góður ekki alltaf verð, mér langar hins vegar kannski bara í kjölfarið að fá þess að velta upp en hvað þegar skoðanir barnanna ríma ekki endilega til dæmis við skoðanir meirihlutans í Reykjavík. Því að það líka eitthvað sem að kemur auðvitað inn á þetta og það eins og ég segi, það auðvitað, ef að vera að tala að það sé bara sjálfsagt að tala við börn og fá að heyra þeirra skoðanir eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir tók dæmi mjög vel hefnaðan fund varðandi ungmenni og frístundastarf, að þá það meira kannski svona skoðanakannana tengt og góður ekki alltaf verð sem slíkt, en spurningin er vilji til að stíga skrefið alla leið og ég taka í rauninni eitthvað af sínu valdi til barna og ungmenna og ég tala þá sérstaklega þegar það kannski einhvers konar skoðanaágreiningu þörfum. Því að barnasáttmálinn líka oft notaður til annars en að tala að börn eigi skilið að láta rödd sína hljóma og hafa skoðanir og slíkt. Hann líka notaður svona sem rök og dæmi að fá verndun bara fyrir það sem þau eru talin ekki vita betur og slíkt. Og þar held ég að sé kannski nærtækt að nefna eitt nærtækt dæmi eða nærtækt, það dæmi sem við ræddum hér fyrir rúmlega ári síðan og ennþá fast í kerfinu að mér skilst, ég hef allavega ekki fengið neinar aðrar upplýsingar en það til dæmis varðandi það þegar tekið maður hér ákvörðun að meina börnum að fá reiðhjólahjálma og tannbursta og sólmyrkvagleru til þess að hlífa börnum við svona markaðshyggju alls konar og við þurfum ekkert að endurtaka þá umræðu, sú umræða fór inn á skóla- og frístundasvið og þar enn að ég held. Mín spurning eða mín svona athugasemd kannski bara að það er oft auðveldara að standa hér og tala mjög fallega í staðinn fyrir að taka það til sín og til dæmis voru einhver börn spurð að því hvað þeim þætti þessar reglur. Verða börn spurð að svona? Það sem ég hjó eftir það var talað á sem flestum sviðum ætti að spyrja börn og sem flestum sviðum ætti þau að láta til sín taka. Verður það svo í raun? Eða verður það bara á svona þáttum þar sem að það svona truflar ekkert og kemur raunin ekkert kannski inn á það sem við erum samt að gera hér alla daga og þannig verður breytingin ekkert í raunin eitt svo sérstaklega mikil þegar upp staðið. Þetta finnst mér alltaf bara að skoða frekar heiðarlega þegar við höldum áfram þessari vinnu því að það mjög mikil vinna fyrir höndum til þess að stíga svona skref og ég held að það sé engin ástæða til annars en að halda að það geti gengið vel. En þá þarf maður að mæta bara svolítið svona heiðarlegur að borðinu í því held ég. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir veitir andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúinn kom þarna inn á mál sem að mér finnst mjög spennandi og hefði viljað koma inn á í minni ræðu og það snýst það hvað gerum við þegar að skoðanir barnanna ríma ekki við skoðanir meirihlutans í Reykjavík. Hvað gerum við þegar að skoðanir barnanna ríma ekki við skoðanir fullorðinna yfir höfuð? Hvað gerum við þegar við erum ósammála börnunum? Hvað gerum við hér þegar að Reykjavíkurráður leggur fram tillögur sem við erum ekki tilbúin að samþykkja? Verðum við ekki að taka þá bara umræðuna það og beita þeim lýðræðislegu aðferðum sem við höfum til þess að taka þær ákvarðanir. Við verðum þó að muna að barnasáttmálinn og svona þær lýðræðislegu kröfur sem að gerðar eru til okkar og barna
lúta ekki að því að börnin eigi að fá að ákveða og það að við hefjum samtal eða samráð við ungmenni eða börn, það þýðir ekki að við eigum að taka mark á öllu sem þau segja eða við eigum að gera allt sem þau vilja. Og ég þreytist ekki á að segja söguna af því þegar ég byrjaði að vinna á frístundaheimilunum í Breiðholti og eitt frístundaheimilið hét Frissi Fríski. Af því að börnin í Breiðholtinu höfðu fengið að velja nafnið á frístundaheimili og það var enginn sem hafði tekið þá rökræðuna við börnin. Bíddu, finnst ykkur í alvörunni viðeigandi að frístundaheimili heiti í höfuðið á sykursætum djús? Sú umræða var ekki tekin, heldur var einhvern veginn sá misskilningur í gangi að það ætti bara að fylgja vilja barnanna. En það alls ekki þannig, ekki frekar en þá að fylgja vilja borgarfulltrúa Hildar Sverrisdóttur eða fylgja vilja mínum. Hér erum við með lýðræðislegan vettvang og samtal við ungmenni og börn á að taka með af þeim lýðræðislegu leikreglum sem í samfélaginu. Stundum verða þau undir, stundum verða við undir, stundum hafa þau eitthvað skynsamlegt fram að færa, stundum höfum við eitthvað skynsamlegt fram að færa. Þessar rökræður þurfa að eiga sér stað en það ekki þannig einhver einnig að ráða. Hvorki börn né fullorðnir, heldur á þetta að vera samtal þarna á milli. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir hefur lokið með að veita andsvar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Næst á dagskrá umræða skýrslu